Í Sálmi 4. kafla 8. versi segir: Þú hefur veitt hjarta mínu meiri gleði en menn hafa af gnægð, korns og vínlagar. Þetta sem ég ætla að tala núna er saga af konu sem komin að níræðisaldur. Hún hefur alla ævi haft það gott fjárhagslega. Hún átti mann sem vann mikið, tjenaði mikið og þau erfðu síðan miklar eignir og fé. Þau áttu einbýlishús, sumarhús á Flórida og sumarbústað í Grímsnesinu. Já, þau voru rík. Þau ferðuðust mikið og nutu lífsins. Ég öfundaði þessa konu stundum af öllu því sem hún gat gert, öllu sem hún átti. Hún átti 2 syni og 1 dóttir. Ég eignaðist líka 2 syni en ég eignaðist ekki dóttir. Hún fekk alltaf meir en ég. Ég var alltaf í endalausu basli og átti ekki neitt. Með tímanum fór ýmislegt að koma í ljós. Ég þroskaðist og eignaðist betra líf. Smám saman með Guði og hann hefur blessað mig ríkulega. Og þrátt fyrir áföll, þá var hann með mér og þrátt fyrir að ég hef ekki átt neitt, þá var hann alltaf séð fyrir mér. Ég hef alltaf komist af. Ég komst að því að konan var ekki hamingjusöm, þrátt fyrir allt þetta. Hjónabandi var erfitt, maðurinn beitti hann ofbeldi, bæði líkamlega og andlega. Hún fór að misnota lyf, mjög ung, róandi lyf og seinna kom áfengi til sögunar. Pillur og vín er ekki góð blanda. Hún hefur lengi leitað til mín með vandamál sín. Út af erfiðleikum sínum og ofbeldis mannsins síns. Hann lést fyrir nokkrum árum og þá var hún enn háðari mér og varð eins og dóttir mín, þó hún sé 3 árum eldri en ég. Hún hefur verið mjög ósjálfbjarga, ósjálfstæð, hrædd við allt, kvíðin fyrir öllu og þurft mikla aðstoð við alls konar hluti. Hún er oft á mörgum sinnum verið ofurölvi, legið í gólfinu heima hjá sér og ég hef fundið hana í snjóskafli milli húsa en hún bjó lengi í næsta húsi við mig. Bakkus hefur svo sannarlega verið leikstjóri í hennar lífi. Hún hefur samt alltaf átt neista trúar í hjarta sér og farið með faði voru kvölds og morgna. Hún ákvað fyrir 2 vikum að hætta að drekka, sem ég vona að endist. Því hún var orðið mjög léleg til heilsunar, móð og andstutt. Hún gat lítið orðið gengið vegna þess. Hún var að kafna. Börnin hennar vildu ekki tala við hana út af drykkjunni. Þau voru þreytt á endalausum loforðum og svikum. Af einhverjum ástæðum átti hún tíma hjá hjartalækni í vikunni. Eftir hann skoðaði hana segir hann að hún verði að fara strax í myndatöku. Ég keyrði hann í myndatökuna og við útréttuðum aðeins í bænum og síðan keyri ég hana heim. Ég var ekki búin að vera heima nema í hálfan tíma þegar hún hringir í mig, hágrátandi og mjög æst og segir mér að læknirinn hafi hringt og sagt að hann sé búin að hringi í sjúkrabíl og hún sé með blóðtappa í lunganu og þurfa að fara á bráðmóttökuna strax. Þú verður að koma strax til mín, sagði hún, ég get ekki að fara ein. Hún var yfir sig hrædd og óttaslegin. Ég fór því strax og kom til hennar rétt á undan sjúkrabílnum. Hún var greinilega með súrefniskort og farin að blána. Ég fór svo með henni á bráðmóttökuna þar sem okkar frábæra hjúkrunarfólk tók á móti henni og hún var tengd alls konar tæki og tól. Og í dag er hún á lúnadeildinni og er öll að hressast. Guð hefur svo sannarlega handleitt hana í þessu áfalli. Ef hún hefði ekki átt tíman hjá hjartalæknanum, þá er líklegt að hún hefði skaddast eða það var ekki einu sinni víst að hún væri á lífi. Þetta atvik vakti mig til umhugsunar hvað sé ríkidæmi? Er hún í raun að vera rík? Hvers virði er allur þessi auður? Það er ekki nóg að eiga allt hér á jörðu. Það er ekki endilega ávísun á hamingju. Þessi kona sem mér finnst eiga svo mikið en ég svo lítið og ég hafi oft öfundað í gegnum árin, hún er raun og veru
á svo lítið. Hún á mikla peninga, en þeir hafa ekki gefið henni hamingjusamt líf. Hún fer ekki með þá með sér þegar hún deyr. Þeir verða eftir hér þegar hún kveður. Hún verður í sömu spórum og ég og allir aðrir þegar þeir yfirgefa þennan heim. Við förum ekki með neitt úr þessum heimi, ekkert nema ef við eigum trún á Jesú Krist, frelsaran, sjálfan. Þá eigum við vonina að eiga stað á himnum þegar Kristur kemur að sækja okkur. Já, ég er rík, ég á trú á frelsaran og ég treysti honum í raunum mínum. Frelsarinn hefur borið með mér byrðarnar og gefið mér kjark og kraft til að hjálpa henni og mörgum öðrum sem hafa verið í vanda. Ég er blessuð af kærleika Krists. Ég á frelsara sem tók mínar syndir á sig á krossinum vegna þess að ég bað hann það og hann fyrirgaf mér og hann fyrirgefur mér enn í dag. Í Hebreabréfinu 12. kafla 7. og 7. versi segir því að Drottinn agar þann sem hann elskar og hirtir harðlega hvert hans son er hann að sér tekur. Þolið aga, Guð fer með yður eins og syni. Hver er sá sonur sem faðirinn ekki agar? Og Drottinn okkar hefur sagt, alla þá sem ég elska, þá tifta ég og aga. Í Opinberunarbókinni 3:19. Allir agi virðist að vísu í bili ekki vera gleðiefni, heldur sorgar, en eftir á gefur hann friðsælan ávöxt réttlætisins, þeim er við hann hafa tamist. Og Hebreabréfið 12:11. Þó ægi sé beiskur er það blíður kærleikur föðursins sem tilskipar hann svo að við getum orðið hluttekandur í heilagleika hans. Í 1. Jóhannesarbréfi 4:16 segir við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á oss og trúum á hann. Guð er kærleikur og sá sem er stöðugur í kærleikunum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Jesú Kristur kom í þennan heim til að vera blindum ljós, sjúkum lækning og dauðum líf. Hann kom til að snúa áföllum okkar ósýrum til sigurs og hann kom til að kalla okkur, þig og mig, til þjónustu í þátttöku í þeirri baróttu. Og ég bið þess að þessi kona sjái hvað Guð hefur gert fyrir hana og augu hennar opnist fyrir kærleika Guðs og handleiðslu hans í þessum veikindum hennar og líf hennar verði betra þann tíma sem hún á eftir hér á jörðu og hún öðlist það ríkidæmi sem mölur og rið fá eigi grandað. Mér langar að ljúka orði mínum með þessu fallega sálmi eftir Bjarna Stefán Konráðsson. Megi gæfan þig geyma, megi Guð þig færa sigurlag, megi sól lýsa þína leið, megi ljós þitt skína sér hver dag og bænir biðja þér, þig ávill geymi, þig Guð í hendi sér.